Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag hún Birna Dröfn Birgisdóttir sem sköpunar gleði fræðingur með meiru. Ég fór á fyrirlestur með henni í vor sem hét með sköpunar gleðina af vopni hjá Markastofu Hafnarfjarðar og ég varð alveg rosalega hrifin þegar hún fór að tala hvernig sköpunar gleði getur haft áhrif á heilsun okkar. Og þess vegna bauð ég henni til mín hérna í viðtal og rosa spennt að heyra. Vertu velkomin, Birna. Takk hérlega. Mér langar svolítið að vita fyrst bara hver Birna? Já, sköpunargleði fræðingur, það titill sem ég vinn með. Og ég nefnilega viðskiptafræðingur í grunninn og tók svo master í alþjóðaviðskipti. Og svo fór ég í doktorsnám að rannsaka sköpunargleði. Og ég hef bara svo rosalegan áhuga á sköpunargleði eftir ég lærði meira þetta. Og bara því meira sem ég læri þetta, því meira sé ég þetta bara eins og ykkur töfrakraftur, sko. Mér finnst þetta alveg frábært. Og svo ég líka komin titilinn frumkvöðull. Þess að ég stofnaði hugbúnaðarfyrirtæki, þar sem við erum að vinna í að þróa hugbúnað sem hjálpar fólki að nýta gervigreind til þess að skapa og að styrkja sína sköpun. Alveg frábært. En hvernig kom það til að þú fyrst áhuga á akkurat þessu sviði, sköpunargleðinni? Já, sko, ég bara sótti í HR og ég bara spurði hvernig doktorsnámið, ég var bara forvitin og þá lenti ég á leiðbeinanda sem fekk leiðbeinanda sem var að rannsaka innan frumkvöðla og nýsköpunarsviðs HR og hún var að rannsaka nýsköpun og þarna fór ég einhvern veginn að skoða þetta viðfangsefni og hafði svo mikið áhuga á sköpunargleði þannig að þetta var bara mitt viðfangsefni. Ég hafði ekkert svona rosalega áhuga á þessu, sko, mér fannst þetta alveg sniðugt og fattaði alveg að þetta væri mikilvægt í viðskiptum og alls konar hlýðum í lífinu, en svo bara eftir því sem ég lærði meira, það bara magnaðar að fannst mér þetta. Já, en frábært. En hvernig, fyrir það sem ekki vita, hvernig skilgreinum við sköpunargleði? Góð spurning. Sköpunargleði rosalega oft misskilin. Fólk heldur ofta að þetta snúist eingöngu listsköpun, en þetta eiginlega svona stærra regnhlífar hugtak, þannig að þetta listsköpun meðal annars undir, en það líka að leysa vandamál og áskoranir og finna upp eitthvað nýju og þetta alveg rosalega vítt hugtak. Og í fræðunum sem ég að fylgja, þá skilgreiningin þetta hugsanleg mynstur sem leiðir af sér eitthvað nýtt og nytsamlegt. Þannig að mér finnst það góð punktur, gott að leggja áherslu á þetta hugsana mynstur og mjög margir eru vanir því að til dæmis að þjálfa sig í golfi eða íþróttum eða alls konar, en það ekki rosalega margir sem að þjálfa hugsana mynstrið sitt. Nei. Þannig að mér þykir ótrúlega spennandi að við getum þjálfa þetta og orðið betri í að skapa. Og hvað að helsta sem hefur áhrif á sköpunargleðina? Það alveg rosa margt. Það verið inn allan dag. Já, nákvæmlega. Það alveg, sko, í grunninn þetta, við erum öll skapandi og það eru sumir sem að fatta ekki að þau eru skapandi, en í grunninn við erum öll skapandi og þetta nefnilega þetta hugsana mynstur og þetta getur leitt að einhverju nýju og nýtsamlegu fyrir mig. Það getur verið bara, ég að byrja að fara í göngutúr eða eitthvað sem bara kannski nýtt í mínu lífi. Og svo getur þetta verið nýtt og nýtsamlegt fyrir fyrirtæki, til dæmis innleiðing á nýjum hugbúnaði eða bara alls konar eitthvað sem nýtt fyrir það fyrirtæki. Og svo getur þetta verið nýtt og nýtt fyrir samfélag og það alls konar þættir og svo nýtt og nýtsamlegt fyrir allan heiminn og það til dæmis eins og það gervigreind kom og eitthvað svona sem hefur aldrei verið til áður. Þannig þetta rosalega stórt hugtak og í grunninn erum við öll skapandi og svo bara getum við þjálfað okkur að verða meira skapandi. Með því að því meira sem við sköpum, því meira skapandi verðum við. Og svo bara í starfi hér og svona áhuga á sköpun í viðskiptalífinu og helsti áhrifaþátturinn fyrir sköpunargleði í starfi okkar næsti yfirmaður. Já, einmitt, af því að hann hefur bara áhrif, eða sem sagt, já, mjög mikil áhrif. Já. Og alls konar sem við höfum ekki hugmyndum, yfirmaður okkur til dæmis sefur ekki nógu vel, að það getur það búið til, við erum alltaf með svona speiklunarfrumur og ef maður sefur ekki nógu vel þá finnur fólk fyrir því ómeðvitað og það getur haft áhrif á sköpunum þeirra og svo bara sálfræðilegt öryggi að fólk finnir fyrir því að geti komið hugmyndir sem eru kannski ekki þær bestu og kannski framúrskarandi því að hugmyndir eru bara alls konar. Þannig að þetta öryggi skiptir rosalega miklu máli og því miður eru yfirmenn rosalega oft ómeðvitað að draga úr sköpun.
og því það í eðli mannsins að setja út á hugmyndir og fólk trúir því að það líti út fyrir að vera gáðara ef það setur út á hugmyndir í staðan fyrir að byggja upp, sem mjög sorglegt. En til dæmis með því að þjálfa sig í að segja já og við hugmyndum í staðan fyrir já en, sem mjög algengt, að þá getum við ítt undir og fara að stækka hugmyndir í staðan fyrir bara að taka eins og eru, heldur að taka þátt og búa til stærri hugmyndir. Akkurat, það frábært. Það góð búndur. Það sem ég finnst svona mest spennandi, hvernig getur sköpunargáfan haft áhrif á heilsun okkar? Já, þegar við sköpum, þá framleiðir líka minn svona gleði hormónapakka og svo þetta nefnilega svo skemmtilegt, að þegar við framleiðum hennar gleði hormónapakka, að það getur ýtt undir sköpun, þannig að þetta svona snjóbolta áhrif, þannig að því meira sem við sköpum, því meira skapandi getur orðið. Og þessi gleði hormónapakki hefur svo mikið áhrif á líðan okkar og þess vegna er rannsóknin benda á að sköpunargleði getur dregið úr til dæmis þunglyndi og kvíða og líka bara ýtt undir almenna vellíðan og það var til dæmis einn maður, hún var sagt upp í starfi og hann var þunglyndur og hann vildi gera eitthvað í þessu og hugsaði bara með sér, heyrðu, ok, ég hef mjög gaman að því að skapa, nú ætla ég bara að setja með markmið, ég ætla að finna 5 nýjar hugmyndir á hverjum einasta degi. Og hann bara setti sér markmið og hann var að finna hugmyndir fyrir sjálfan sig og fyrir bara tilvíðukennt fyrirtækir sem hann tók eftir eða eitthvað fyrir samfélagið og hann bara leika sér að skapa alls konar. Og hann fann svo mikinn mun á líðan við það að gera þetta, að skrifa 5 hugmyndir á dag. Einmitt. Er þetta þá virkingur ákveðna stöðvar í heilanum, bara kannski sem að auka veljan? Já, akkurat, gera það. Og það er svona gömul mýta að sköpunargleði hægri heilin, en þetta er allur heilin sem er sköpun og sem sköpunin kemur úr og það er stykki á milli hægra og vinstra heilahvel sem heitir corpus callosum og því meira sem við sköpum, því sterkara verður þetta stykki. Þannig að þetta er pínu eins að fara í ræktina, bara við erum að styrkja heilan og þá myndar svona nýjar heilabrautir, þannig að verður auðveldara fyrir okkur að skapa og líka með því að vera að forma heilan eða þannig að augra okkur og verða sterkari að fara í þessa heila æfingar, þá verður bara heilin miklu kröftugri og betri og það sem mér líka svo skemmtilegt er að við getum nota sköpunargleðina bara við áskoranir lífsins og því að tala að eitt helsta vandamál fólks er að trúa því að við eigum ekki vandamál en lífið er bara stútfyllt af alls konar áskorunum og vandamálum og leið að maður er komið með sköpunargleði hugarfar þá miklu auðveldar að takast á við þetta allt og þá bara verður allt miklu skemmtilegra og auðveldara og sköpunargleði hugarfar það er trú okkur á að við getum skapað og þegar við finnum áskorunir að þá þykir okkur spennandi, bara heyrðu, ég ætla að tækla þessi áskorun með skapandi lausnum og leikum okkur að finna lausnir. Þannig að það er rosalega viðtækt hvernig sköpunargleðin getur haft áhrif á heilsu. Og líka, það er ekki alveg búið að rannsaka neitt mjög mikið, en það er vísbendingar að sköpunargleðin getur dregið úr líkama kulnun. Þannig að þetta hefur svo góð áhrif á líkamann. En er þetta líka öfugt? Ef þú ert við góða heilsu, er þá líklega að sért með meiri sköpunargleði? Já, náttúrulega eftir hvernig örgulega heilsubrestur það er, en þegar við erum að framleiða serotonín og dopamín og öll þessu efni, að þau geta ýtt undir sköpun og serotonín framleiðslan er svo mikið í meltingunni, þannig að þess vegna líka hvað við borðum hefur áhrif á sköpunargleðin okkar, þannig að alls konar svona matur sem einhver serotonín framleiðsla getur ýtt undir skapandi hugsun og bara alls konar matur fyrir heilan eins og dökkt súkkulaði, það er svona gefið ekki að það getur ýtt undir skapandi hugsun. Þannig ég er mjög sátt við það. Bara alltaf með dökka súkkulaði. Akkurat. Ég man þú talaður að sköpunargleði hefði dvínað á síðustu bara 50 eða 80 árum. Já, akkurat. Það er mjög sorglega niðurst á þessari rannsókn að það var verið fylgjast með, það er mjög erfitt að mæla akkurat sköpunin, það er alls konar mælitæki og eitthvað, en þessi rannsókn með mælitæki sem var búin að mæla skapandi hugsun hjá fólki í alveg mörg ár og það var að vera að skoða niðurstöðuna þessu og fyrir 50 árum þá byrjaði sköpunargleði fólks að minnka og vísindafólk telur að ástæðan sé þessi aukni hraði í samfélagunum okkar því að okkur leiðist ekki nóg mikið og fólk er svo mikið
að bara ef það fær döðan tíma þarf við svo fljóta að grípa síman okkar og skoða hann í staðin fyrir bara að horfa umhverfið okkar og róa taugakerfið okkar. Og þegar taugakerfið svona uppvírað, að þá miklu líklegra að við förum í svona tunnel vision, þannig að við sjáum ekki öll tækifæri sem til staðar. Þannig að þegar heilin svona miklu meira slakandi stöðum, þá fáum við í raun og veru meiri aðgang að gagnasafni heilans og sköpunargleði snýst svo mikið að tengja tilviljunarkennda hluti saman og þegar við erum í þessu rólega ástandi að þá miklu líklegra að heilin fara að tengja og vinna úr og koma með nýjar hugmyndir. Þannig að það er örgulega margir sem kannast við að fá hugmyndir í sturtu og í göngutúrum og fjallgöngum. Það er maður ekstra á kottan á kvöldi, það fyrir alltaf fullt. Akkurat, þannig að þarna er heilin svona búin að róa yfirleitt og þá miklu líklegra að það fara að gerast eitthvað. Tengist þetta eitthvað draumum? Ég fór nú bara alltaf að hugsa því að mér dreymir oft svo svakalega mikið. Já. Og vakna á morgnana bara með hugmyndir. Já, sko, þetta er mjög gott trikk að skrifa niður alls konar, eða sko áskorunar sem þú vilt einbeita þér að, út af því að sko í heilanum okkar að þá talum við séum eins og með svona ritara í heilanum og að þessi partur af heilanum okkar hjálpar okkur að sjá tækifæri sem að hann veit að við erum að leita af. Þannig leið og við fyrir að skrifa niður alls konar tengt áskorunir sem við viljum leysa, sem bara dæmi, við ætlum að fara oftar í göngutúr og ætlum að leysa þessa áskorun, að þá getum við skrifa alls konar niður bara sem við hugsum göngutúr og hver er áskorunin, hvað er að hindra okkur í að fara þarna, hvað er það sem við ætlum að leysa, svo skrifum við allt sem við vitum þetta og svo fyrir við að sofa og leiðum svona vögnu og milli svefns og vöku að þá getum við skrifa niður hugmyndina sem koma og það eru mjög margir sem nýta sér þetta og fá alveg framúrskarandi hugmyndir. Og svo með draumana, að það eru mjög margir sem hafa skapað alls konar í gegnum draumana sína. Sérstaklega tónlistafólk að þau hafa skapað alls konar lög og takta og eitthvað og vakna bara þannig er hann taktur inn og orðið alls konar bara rosalega flott verk út frá draumum. Í náminu mín í heilsumarkþjálfun þá var einmitt svo mikið verið að tala þetta hvetja fólk til þess að leið og það vaknar að gera svona morgunskrif. Já. Bara setjast niður, bara 10 mínútur og bara skrifa allt sem að kemur, bara láta bara, þú veist, pennan bara flæða, ekkert beint að hugsa, heldur bara skrifa það sem kemur. Já, frábært. Kalla svona morgunskrif eða morning pages. Já, akkurat. Skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Já. Og það er annað með heilsumarkþjálfunina. Að allt í lífinu hefur áhrif á heilsun okkar. Já. Ekki bara mataræði, svefn og hreyfing eins og er svo mikið talað um. Akkurat, já. Og það er talað um frumnæringu. Matur er secondary nutrition, sem sagt annars flokks næring. Já. Og allt annað er frumnæring. Og það er svona heilsuhringur sem maður getur fyllt út og sköpunargleði er eitt af þáttunum sem maður gefur sér einhverjum fyrir. Frábært. Já. Ok. Og það sýnir bara eitt af 12 atriðum. Þetta sýnir bara hvað hún hefur svakalega mikil áhrif á heilsun okkar. Já, skemmtilegt. Já. Akkurat. Þetta vissi ég ekki. Nei. Frumnæring. Já, einmitt. Þið getur kíkt á heilsuerla.is á bloggi. Þar getur þið prentað út svona heilsuhring og gefið ykkur einhvern á mismunandi sviðum í lífinu bara. Þetta er svona heilsuhringur eða lífshringur. Og sér svolítið hvar þú getur þá byrjað ef þú vilt bæta heilsuna. Yndislegt. Af því að oft er það ekkert mataræði sem þú þarft að taka í gegn, oft er það eitthvað allt annað, kannski er það bara félagslega samskipti. Já. Og leið að þau eru komin í lag, þá verður auðveldara að, þú veist, borða holt. Akkurat. Það er bara eitt hefur áhrif á annað. Sko. Nefnilega. Og sköpunargleðin, mér finnst nefnilega fólk oft gefa sér frekar lága einhvern. Já, ok. Ég veit ekki hvort það hafi ekki trúa sér eða viti kannski ekki almennilega hvað sköpunargleði er. Já, það er nefnilega svo oft miskilið. Að fólk heldur svo ofta að þetta sé þessi listræna sköpun og líka sko skólakerfið okkar til miður dregur rosalega úr sköpun. Þannig að það er talað þessi rannsókn sem ég var að tala áðan, hún mælti líka sko sköpunargleði krakka og þegar við erum ung þá erum við alls svakalega skapandi, svo förum við inn í skólakerfið og komum út úr því ekki skapandi, ekki jafnskapandi yfirleitt og það er svo margt í kerfinu í textundum dæmi sko 1+1 er saman sem 2, okkur er kennt það, okkur er yfirleitt kennt sko að finna eitt svar. En í sköpunargleðinni þetta snýst svo mikið að finna mörg svör. Og eitt dæmi, hvernig getur 1+1 verið saman sem 1? Ef við tökum svo 1 poll og annan poll og blöndum þeim saman, þá erum við bara 1 poll. Akkurat. og mér er svo gaman sko að maður augrar sér að fá margar hugmyndir við sömu áskoruninni.
og það talað besta leiðin til þess að fá góða hugmyndir, að fá margar hugmyndir og hefur bara markvisst einbeitt okkur að því að við ætlum að fá margar mismunandi hugmyndir að þá getur það leitt til þess að fá miklu betri hugmynd og alveg svona benda á að því fleiri, ef við erum með margar mismunandi hugmyndir að þá einhverja líkur á að við tökum góða ákvörðun. Þannig að þetta er mikill ávinningur að nýta sköpunargleðina sína. Það er geggjað. Ég mitt hugsaði alltaf, ég er ekkert með svo miklu sköpunargleði, en svo eftir ég byrjaði með hlaðvarpið þá hugsaði, ég er að skapa. Þú veist, þetta er alveg. Akkurat. Þannig að þetta þarf ekki alltaf eins og þú segir að vera eitthvað listatengt. Nei. Alls konar hugsanir minnstur. Leiða sér eitthvað nýtt og nýtsanlegt. Já, ég rakst nú á Instagram bara í morgun að Anna Marta og Lovísa, ég veit ekki hvort þú veit hvað eru. Það eru með æðislegar vörur, pesto og dölum með eitthvað svona súkkulaði hringi. Já. Ég sá mig, þær voru búin að vera eins og þær kölluðu að brainstorma helgina til þess að búið til nýjar vörur. Já. Það er náttúrulega sköpunargleði. Heldur betur. Það er algjörlega, og ekkert smá flott að allir þessi íslensku fyrirtæki sem eru að búa til vörur úr einhverju sem hefur ekki verið nýtt áður eins og róð og misa og eitthvað svona alls konar og í þessi snirtuvöru sem eru gerðar úr einhverjum fiskafurðum og drykkir og þetta er allt sköpunargleði. Heldur betur. Já. Og líka þetta bara, ef maður setur gulrætur á voru til og maður aldrei gert áður, þá var þetta hugsanarmynstur sem leiti mann að einhverju nýju og nýtsalegu fyrir mann sjálfan. Þannig að þetta getur verið alls konar lítið og smátt og líka bara þegar maður kemur heim og maður kannski kíkir í ískapinn og ákveður, ég ætla að blanda þessu og þessu og þessu og búið til mat og þá var maður að skapa. Já, það er rétt. Svona TTI eins og við köllum að taka til í ískapinn og það verður stundum til rosa góðar hugmyndir. Akkurat. En það er eitt sem mér finnst svo áhugavert. ADHD og sköpun. Er þetta að ég á svo mikið af vinum og kunningjum og börnum sjálf sem eru með ADHD. Já. Mér finnst þetta, ég upplifi þetta fólk meira skapandi. Já. Er það eitthvað sem er þekkt? Já, einmitt. Ég hef myndið lesið rannsóknir það að fólk með ADHD er meira skapandi og ein tilgátan var út af því að þau eru svo vöni að heilin er að fara á milli ótengdra hluta hratt og þá er þess að klára að tengja það saman og skapa eitthvað nýtt þannig. Þannig já, og við fæðumst líka misskapandi en svo er það bara það frábæra að við getum öll þjálfað okkur í þessu, getum öll styrkt þennan vöðva. Það er merkilegt. Ég man líka að þú tókst einhverja skemmtilega dæmisögu astma. Já, akkurat. Viltu kannski deila henni með okkur? Já, þetta er dæmisaga astma, hann er í Eyðimörk og hann er rosalega þyrstur og rosalega svangur og svo allt í henni sé hann hús og fyrir utan húsi er akkurat fata með heyi og það er akkurat fata með vatni og hann er leipur þangað, rosalega spenntur og svo stendur hann fyrir framann föturnar og horfir á það bara, ég verð að fá mér vatni fyrst, ég er svo rosalega þyrstur. Nei, ég fæ mér heyið, ég er bara að farast, ég er svo svangur. Nei, ég get ekki, ég verð að byrja á vatninu og svo horfir hann svona sikkur á fötuna til skiptis og bara, ég verð að fá mér þetta og hann getur ekki ákvæða sig og hann dettur niður og deyr. Þetta er dramatísk saga en punkturinn með þess að segja er að bara byrja að gera eitthvað og sköpunargleðiferlið er það er svona 5 þrep í sköpunargleðiferlinu og þetta er ekki línulegt ferli heldur fyrsta þrepið snýst að skilgreina hvað áskorun vandamál ætlum við að leysa og svo snýst þetta að safna gögnum og læra eitthvað þetta og svo snýst þetta að koma hugmyndir og svo að gera tilraunir og að meta hugmyndirnar og það er skemmtilega við þetta er ekki línulegt að bara með því að gera tilraunir kannski fyrst að hann hefði getað fengið sér vatnssopa og bara byrjað og fundið bara, næst er það heyið en með því að bara byrja og gera eitthvað að þá lærum við og það er engin vissa nema með framkvæmd sem ég finnst alltaf svo frábært og þetta snýst, sköpunargleði snýst rosa mikið hugrekki og hugrekki getum við líka þjálfað. Við getum orðið hugrekkari með þjálfun og hugrekki smitandi, við getum ítt undir hugrekki annara með því að vera sjálf hugrekk, þannig að það snýst bara að taka fyrstu skrefin og þá byrtast oft þau næstu. Já, þannig að fólk er kannski hrætt við að gera mistök eða eitthvað svoleiðis, eða fólki finnst maður ekki með nógu góða hugmynd. Já, algjörlega. Já. Og líka bara það er í eðli mannsins að bara heilin okkar reynir að, hann er alltaf að tryggja við séum örugg
og það að gera eitthvað öðruvísi og gera eitthvað nýtt að heilin veit ekki alveg að það er alveg örugt og þess vegna reynir hann að draga úr því og þá finnst bara oft gott að hlusta á þetta sem svona, þetta bara svona auka karakter af heilanum sem að passa mig og ég já, ok, takk fyrir að segja mér frá því að það gæti komið illa út fyrir mig að tala upp á þessu sviði og svo bara, ég ætla samt að tala. Akkurat, já, nákvæmlega. En að því að þú talar að sé hægt að þjálfa sköpunargleði. Já. Hvernig gerum við það? Já, sko það til alls konar æfingar og við erum einmitt að þróa hugbúnað sem að leiðir hugsanmynstri okkar á nýjar slóðir og nýti gervigreind til þess að hjálpa okkur að skapa og þetta snýst í raun og veru bara að æfa okkur, bara þetta eins og að fara í ræktina og það eru til þess æfingar sem hægt að búa til bara prógram og fylgja og læra og gera og en svo getur þetta líka bara verið að bara markvissara, bara ég ætla að skapa og við setjum okkur markmið bara alltaf á mánudum og þá skoði ég hvað að gera í þessari viku og hvað ætla ég að gera örlítið öðruvísi, hvað get ég gert 1% betra. En já, ég hef rosa gaman að sko gervigreind núna og hvernig hún getur hjálpað okkur að sjá áskoranir í nýju ljósi og til dæmis finnst mér mjög góð að segja að það maður sem að skráði sig í pilsu átkeppni og þetta er eitthvað rosalega hátíðan í Bandaríkjunum 4. júlí ég vissi ekki að það var svo svakalega það er bara milljónir manna að koma að horfa á þessa keppni og hann skráði sig í þessa pilsu átkeppni og áður en hann kemur í keppnina það hafði metið verið 16 pilsur að meðaltali en heimsmetið var 20 pilsur það var seinasta heimsmetið og fólki sem hafði verið að keppa áður í þessari pilsu átkeppni hafði alltaf spurt sig hvernig get ég borðað fleiri pilsur en hann fór að leysa allt annað vandamál en þau og hann spurði sig hvernig get ég gert það auðveldara að borða pilsur og með því að breyta, þetta var ekki mikil breytingar spurningunni en hann fór að leysa allt annað vandamál og með því að breyta þessu að þá fór hann að hugsa heyrðu, ok, ég get kannski bleitt brauðið í vatninu sem á borðinu og það er miklu auðveldara að kyngja því og svo get ég brotið pilsurnar í tvennt og þá er auðveldara að borða þær og hann bara rústaði þessari keppni og heimsmetið var 50 pilsur og mér finnst þetta svo magnað hvernig það breytir bara öllu að leysa allt annað eða allt aðra áskorun og gervigreind með svo gaman við getum sett inn í eins og til dæmis ChatGPT að þá getum við sett inn í ímyndið að þú ert helsti sköpunargleði sérfræðingur heims og þú ert að hjálpa mér að sjá hlutina öðruvísi. Áskorunin sem ég ætla að leysa er þessi, hvað aðra áskorun geti ég leyst og þá koma upp alls konar hugmyndir og ég pröfaði það með þessa pilsuátkeppni, bara hvað kemur og það sem koma til dæmis bara, hvernig geti ég bætt gripið mitt í þessari keppni og hugmyndir til dæmis að vera í hönskum eða hvernig get ég bætt líkamsstöðuna og þá var það kannski ég þarf að hækka eða lækka borðið til að líkaminn sé ekki að beygja sér mikið og alls konar hugmyndi get ég einhverja tónlist sem ítir undir taktin hjá mér og bara alls konar nýjar áskorunir sem væri hægt að leysa til þess að vinna svona keppni þannig að gervigreind getur hjálpað okkur að stýra hugsanamynstrunum okkar í mismunandi áttir og bara út í því að ég var að koma í svona heilsu hlaðvarp að það ákvað ég aðtuga bara ok, göngutúr, þetta er bara rosalega gott að fara í göngutúr þannig ég segi ok, hvernig get ég fara oftar í göngutúr og ég setti þetta inn í hugbúna okkar og eina æfingir snýst að tengja áskorunina við tilviljunarkennt orð og tilviljunarkennt orðið sem ég fekk var elding og það bæði gerðugreind að hjálpa mér bara hvernig get ég tengt þetta saman og hugmyndina sem komu upp var til dæmis ok, ég fer einu sinni í viku alltaf á kvöldin að skoða hvernig ég allt í myrkrinu og þá fyrir ég að skoða heiminin og stjörnunar og eitthvað fleira og svo ekki eitthvað annað tilviljunarkennt orð sem leiti til þess ég get tekið með bók og teikna eina mynd í göngutúrnum og svo getur maður líka ímyndið sér maður sé eitthvað annar en maður til að leysa áskorunir, það er oft auðveldara fyrir heilan, þetta er kallað psychological Halloweenism og þá var ég Rihanna, hvað myndi hún gera til að fara oftar í göngutúr og þá kom upp hugmyndin að búið til eitthvað playlista með eitthvað ákveðnu takti og þarna var ég komið 3 mismunandi hugmyndir hvernig ég get fara oftar í göngutúr og þá og það er miklu líklega að ég fari og þetta er orðið mismunandi og spennandi og ég get verið bara alltaf í hverjum mánuði bara hvernig ætla ég að gera göngutúrinu skemmtilega en í þessum mánuði, það þarf ekki að vera alltaf eins og þarna getum við samhliða verið að þjálfa sköpunargleðin okkar og fengið allan ávinningin af því. Kekja.
En skemmtilegt. Og þessi hugbúna sem við erum að þróa, hann aðgengilegu fyrir alla? Já, hann núna. Hérna, þetta bara svona frumútgáfa tilbúin, þannig á app.bulby.com hægt að skrá sig inn og hérna pröfa hann. En grunninn þetta, sko, þannig erum við bara að byrja að hjálpa fólki að stýra hugsanmynsturinn í mismunandi slóðir, en svo markmiðið með þessum hugbúnaði að gera þau vildar fyrir starfsfólk að vinna saman og hérna vinna saman sem teimi að skapa og því að rannsóknir benda á að þessi hefðbundnu hugarflugsfundir draga úr sköpunargleði fólks og hérna þannig að við erum að gera þetta alls konar tengt rannsóknum hvernig teimi og fólk getur skapa saman og hvernig gervigreind getur ýtt undir sköpun og svo gefa yfirmönnum heildar yfirsýn yfir sköpun starfsfólk og svo þið geti fundið út, til dæmis hefur fólk tíma til þess að skapa og þá kannski fyrsta áskorunin bara hvernig geti búið til meiri tíma til þess að skapa. Einmitt. Maður finnur það alveg og að hérna, þessi snjalltæki eru svolítið að stela af okkur tíma. Já. Einhvern veginn. Maður er svona heilalist bara skroll. Já. Þá ert ekki mikið kannski að skapa. Nei, akkurat. Algjörlega. Já. En ég hafði skrifað, hérna ég var duglega á sem hérna fyrirlestur og glósaði. Já, vel gert. Ég hafði líka skrifað hérna heilin er eins og bókasafn. Já, akkurat. En svo man ég ekki meir. Já. Þetta hljóma svo skemmtilegt. Akkurat. Hvernig var það aftur? Já, þetta er svona einföldu myndlíking á hérna heilaverkninni og að það tala sko að við séum í raun og veru með bókasafnsvörð líka, það er svona ein myndlíking að þegar til dæmis ég ætti kannski að koma með hugmyndir tengt súkkulaði, að þá myndi bókasafnsvörðunum minn fara og sækja í bókasafni, hérna þá getur skoða þessa bækur og hefðbundið hugsanmynstur fer ég að hugsa mat, þannig að þá get ég fengið upp hugmyndir að ég búið til kannski súkkulaði húðar, appelsínur eða hérna súkkulaði konfektmóla og eitthvað svona tengt súkkulaði. En ef ég er búin að þjálfa bókasafnsvörðin minn að fara víðar í bókasafnið og ef ég er í nógu rólegu ástandi fyrir heilan til þess að vera opinn, að þá getur bókasafnsvörðin farið og náði eitthvað allt annað og þá kannski kemur upp hugmyndin að alþjóðlega súkkulaðideinum eða hérna, ég sé að það er eitthvað búið til Elton John úr súkkulaði og eitthvað svona eitthvað Nike skór úr súkkulaði ef fyrirtæki er að fara eitthvað herferðir og þannig að það er hægt að ná í sko alls konar þá aðrar hugmyndir úr þessu bókasafni og bókasafnsvörðurinn kemur með þetta og þetta er svona mest þetta skemmtileg myndlíking að við getum þjálfað bókasafnsvörðin í því að fara víðar í bókasafni að ná í alls konar hugmyndir til þess að hérna hjálpa okkur að sjá skapandi lausnir. Já, og það gerum við þá bara með því að vera dugleg að þjálfa okkur í því að skapa. Já. Akkurat. Og það er til alveg alls konar æfingar á netinu og það er meira sagt að spyrja bara gerðurgjönd, bara getur það sagt mér eina sköpunargleði æfingu. Já. Erum við þá bara endur forrita heilan okkar? Já, akkurat, við erum að því, já. Og þetta er svona, fyrstum sinn er þetta svona pínu eins og torfærður vegur, að þegar við erum að búa til nýja tengingar í heilanum og þannig að þetta er áskorun að læra eitthvað nýtt, en því meira sem við sköpum, því meira verður þetta eins og hraðbraut, þannig að það er auðveldara fyrir okkur að skapa og þá verða til tengingar í heilanum sem er eins og hraðbraut og þá er miklu líklegra að heilin fari í þá leiðir þótt hann sé alltaf að reyna að spara orku en þá er svo auðvelt að fara hraðbrautina þannig að þessinni þá getum við forrita og hérna tala sko neurons that connect hvernig var þetta eftir? Þetta var eitthvað svona sem sérfræðingar alltaf að tala um neurons that wire together fire together þannig að þetta er svona við erum að búa til tengingar og svo bara styrkjum við þessar tengingar og svo er þetta líka if you don't use it, you lose it þannig að við getum líka aftengt eitthvað sem er ekki að þjóna okkur eins og til dæmis þetta að trúa því ekki að við séum sköpandi þannig að við getum aftengt það prógram í heilanum og setja nýtt bara ég er skapandi leið að við sjáum, þetta er allt þetta litla og því meira sem við sköpum svona lítið því líklega að við sköpum eitthvað stórt En ef að fólk er að byrja og það bara finnst það bara ekkert geta skapað það kannski bara að gera mikla væntingar til sín eða hvernig myndir ráðlega einhvern bara að byrja alveg ef að það finnst það bara ekki verið með neina sköpunargleði ég myndi bara ráðleggja að skrifa niður allt sem þau hafa skapað því að það hafa allir skapað alls svakalega mikið og leiðum við áttum okkur á því að þetta er
einmitt setja saman uppskrift eða jafnvel bara hvernig við setjum saman fötin okkar á mótnana. Við erum að skapa fatastílinn okkar og við erum að skapa hvernig umhverfið heima hjá okkur og við erum að skapa hvernig kannski blóm í kringum heimilið eða hvernig við röðum hlutunum á skrifborðið okkar í starfvinnunni eða bara alls konar. Við sköpum hver leið við ætlum að keyra í vinnuna og við erum búin að skapa alveg heilan helling og leið að við áttum okkur á því að við erum alltaf að skapa að því líklega er að við trúum því að við erum skapandi og rannsóknir benda á leið og trúir því og sér skapandi að því líklega er að þú verður skapandi og líka bara að þetta er bara þetta er æfing og eins og að fara í ræktina eða bara hreyfa sig eða hvað sem að þá snýst þetta að við séum með annan innri hvata til þess að sinna þessu og leið og við áttum okkur á því af hverju viljum við vera meira skapandi að þá líklega að við verðum meira skapandi og ástæðuna geta verið ótrúlega margar bara, ég vil bæta andlega heilsu eða ég vil bæta gera líf mitt auðveldara ég vil að mér hugi skemmtilegra að fá áskoranir og vandamál í lífinu eða ég vil hafa sterkan og góðan heila í ellinni eða núna sköpunargleði er á toppi lista frá Alþjóða efnahagsráði yfir mikilvægustu færni starfsmanna á vinnumarkaði þetta er núna á topp 10 og þau telja að sköpunargleði muni vaxa mest í mikilvægi á næstu árin. Þannig að þetta er alveg bara gífurlega mikilvægur eiginleiki í starfi til að ná áfram og núna þegar við erum upplegað 4. og fann að sjá í 5. iðnbyltinguna þá heldur betur þurfum við sköpunargleðina því að umhverfið okkar er alltaf að verða hraðar og hraðara og það er alltaf hraðar breytingar þannig að það er svo mikilvægt að við náum að vera í þessu ró og skapa lausnir til að vera þar og nýta sköpunargleðina í þannig áskoranir og finna lausnir við alls konar þannig málum. Þannig að skólakerfið ætti kannski að fara að einblína meira á þennan þátt. Alveg, algjörlega. Ekki bara 1 + 1 = 2, heldur 1 + 1 = 1. Akkurat. Akkurat, já. Ok, þetta er ótrúlega áhugavert. Ég spyr síðan alltaf alla hvað er heilsa fyrir þér? Að mér finnst svo gaman að heyra hvað þetta er ólíkt. Já, skemmtileg. Þannig hvað er heilsa fyrir þér? Fyrir mér er það bara svona einhvern veginn lífsgleði, já, en maður og bara geta sinnt því sem mann langar að sinna og bara hafa kraft til að njóta lífsins og líka bara kraft til að taka á móti öllum áskorunum og vandamálum og bara átta sig á þau, þetta er flæði lífsins og já, þetta er einhvern svona innri lífsgleði sem ég finn að heilsa. Það er slagt, það er skemmtilegt svar. Já. Ég man líka að þú nefndir á fyrirlestrinum að þú hefði lent í alvarlegu slysi og þurft að vinna þið tilbaka, nýtt sköpunargleðina eða svona. Hvernig getur sagt okkur eitthvað frá því? Já, algjörlega. Já, við vorum að keyra heim frá tengdaforeldrum og við erum að keyra Miklubraut og allt í einu kemur ölvaður ökumaður og bara keyrir inn í hliðina á bílnum okkar og hann var svo hressa, hann keyrði sig bara meira á bílnum okkar og reynir að flýja í burtu og við á eftir honum og flautandi og fórum yfir á rauðu ljósi, þetta bara eins og ykkur bíómynd svo bara stoppaði hann og komst það, hann var ölvaður og þetta var til þess að ég þurfti að fyrir endurhæfingu í mörg ár og ég gat ekki unnið við tölvu út af því að þetta skaðaði svo mikið hálsinn á mér og ég gat ekki unnið við tölvu og ég gat illa staðið og taugakerfið ótrúlega þreytt eftir þetta og svo eftir 4 ár af endurhæfingu að þá segir endurhæfingalæknirinn við mig fyrir að ég mæli með að þú hættir að reyna að laga þetta og bara svona sættið við stöðuna og byrjir að aðlaga lífið þitt að þessu í staðan fyrir alltaf að streitast á móti og bara ég mæli mig og sækir örorku og sættið við þetta. Ég er svo þér sem betur fyrr. Nei, veistu, það er fullt af fólki sem geta lagað sig á alls konar hlutum, ég get lagað þetta og ég raun að vera nýtt í þá sköpunargleðina mína út af því að ég var búin að gera alls konar tilraunir og sköpunargleði snýst svo mikið að gera tilraunir og þannig ég var búin að pröfa alls konar nálastungur og höfuðbennu spjaldryggja meðferð og eitthvað innkirtlanutt og jóga og huliðslur og alls konar. En svo fór ég til naprapata og hann hjálpaði mér rosalega mikið og svo fór ég að læra hvernig ég get endurforritað heilann og þá fór ég að læra þessar taugar og hvernig við getum út af því að þegar maður fær svona króniska verki og lendir í svona ástandi að þá fer líkaminn svo mikið að búa til heilabrautir verki þannig að leið ég fær verki þá er hann svona ábyrjandi
og þá fer hugsunum mín fer hugsunarmynstrið mitt að hugsa verki og þá byrjaði ég að búa til heilabrautir sem voru svo hraðbrautir verki og þá miklu líklara ég sé bara með langtíma verki og þannig ég var að endurforrita heilan og trufla verkjaprógrammin og alltaf því ég fann verki og tók eftir því og þá sagði ég, nú ætla ég að búið nýtt prógram, ég ætla ekki að hafa þetta sem hraðbraut, ég ætla að gera þetta torfærðum veg. Þannig ég hætti að hugsa og fór að hugsa þakklæti. Þannig ég stýrði hugsunarmynstrinu mínu í þakklæti. Og svo bara gerði þetta aftur og endur fór þetta heilan og fann miklu minna fyrir verkjum og nú get ég bara unnið í dag við tölvu og alls konar. Vá, ég fæ bara gæsa. Nei, alvöru, þetta er ótrúlega fallegt. Já, gaman. Þegar ég held að séu margir í svona, í þessar stöð að vera í króniskum verkjum. Já. Kannski upplifa þeir núna eitthvað ljósapöru moment, bara vá, ég get komast út úr þessu. Já, vonandi. Og því að þetta einmitt, mér finnst það magna hvað ég get endur fór þetta heilan. Og svo þetta náttúrulega bara vegferð, maður fyrir upp og niður og alltaf þegar ég fór niður það bara, nei, heyrðu, ég ætla ekki búið til þess að hraðbraut. Nú stoppa ég þetta og endur fór þetta. Og líka bara þetta að nýta sköpunargleðina, að þetta allt sköpunargleði að finna nýja leiðir til þess að athuga hvort það virki fyrir mig þannig að þá bara er ég opin fyrir því og áttum á því að mér er svo gott að Tony Robbins segir stundur ertu búin að pröfa allt og fólk segir já ég er búin að pröfa allt það bara allt bara, nei ekki allt við eigum alltaf eftir einhverja tilraunir og það er alltaf eitthvað eitt í viðbót sem getum pröfað og svo bara sjáum við hvað áhrif það hefur á okkur. Þannig að ég finnst þetta svo skemmtilegt dæmi að gera tilraunir og bara athuga hvað gerist. Er eitthvað annars þegar langar að bæta við? Hvað sem að ég er að gleyma að spyrja eða? Já, ekkert sem að mér dettur í hug nefnum bara aftur að minna og við erum öll skapmáldi og mikilvægt bara áttum okkur á því og svo bara ef við ætlum að þjálfa þetta hugsanamynstur þá getum við það. Þannig við erum að fjárfesta í okkur sjálfum. Já, algjörlega og það er einmitt talað eins og Warren Buffett og fleiri tala að besta fjárfestingin sem við getum fjárfest í að fjárfesta í okkur sjálfum og svo eru sérfræðingar að tala að besta fjárfestingin í okkur sjálfum að efla sköpunargleðina okkar. En skemmtilegt. Takk bara æðislega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér.